Ármann Pétur Ævarsson, eða Manni, spilaði á dögunum sinn 300. keppnisleik fyrir meistaraflokk Þórs á Akureyri. Þessi ótrúlegi leikmaður er á sínu 17. tímabili og ef Norðurlandsmótið og deildarbikar eru talið með, hefur hann tekið þátt í 450 leikjum fyrir félagið. Sjálfur er Manni ekkert á því að hætta að telja, en skildi hann hafa átt von á því að ná þessum áfanga þegar hann byrjaði að spila fyrir Þór árið 2002. Já, sko, ég var viðurkenna að hugurinn kannski fór ekki í þá áttina, sko. Fyrst og fremst var maður nú bara að hugsa að koma sér í liðið þá og fá einhverja reynslu og njóta þess að spila fótbolta sem maður hefur óbúslega gaman á og hefur ennþá. Þannig að fara inn á 17. tímabili eins og núna, það var kannski ekki efst í huga þá. Nú eru leikmenn bara mjög mikið að flækjast á milli liða og félagaskipti eru ekkert óalgeng í þessum bransa. Hvað er það hérna við Þórsvæði sem heldur þér hér? Hér líður mér óbúslega vel og Akureyri líður mér mjög vel og ég kom með stóra fjölskyldu hér, 3 börn, þannig að mér líður ofsalega vel hér. Þannig að þetta er spurningum líka kannski eitthvað utan á allar, þetta er ekki bara fótboltinn, þetta er bara lífið. Já, klárlega og allt í kringum, allt fólkið í kring. Þetta er alltaf, eins og við tölum oft þetta er svona ein stór fjölskylda hér og að vera partur af henni er bara algjör forréttindi. Svona þú eru að horfa tilbaka yfir þennan tíma og þetta er nú töluverður tími. Hvað kemur svona upp í kollinn? Það er margt, sko. Það er margar frábærar stundir sem maður hefur átt hér og kannski fyrsta svona stóra stundi var náttúrulega þegar maður spilaði hann á fyrsta leik í bikarkeppni móti Tindastól á Sauðárkróki 2002. Það kom inn á fyrir Þórir Áskelsson. Það er svolítið síðan að hann hætti, held ég. Ég þjálfaði síðan seinna. Það er náttúrulega stórt moment. Næsta var að fá að spila í efstu deild það ár. Að fá að byrja að leika á móti Fram hér á Akureyri. Spilaði miðvörð við hliðina á Hlyn Birgis. Það var smá aldursmunur á milli okkar þá. Og það var ofsalega skemmtilegt, við unnum þann leik. Þannig að fyrsta mómenti í úrvalsdeild var mjög gott. Svo náttúrulega verður maður minnast á 2009 þegar við vígjum völlinn hér. Spilum opnunarleikinn á móti Káa. Það var hörkuleikur sem við náðum síðan loksins að knýja fram sigur lokamínútu þar sem ég skoraði á Sandor vin minn, klobbaðan. Unnum 3-2, ægileg fagnaðarlæti í lokin. Og svo bara hélt þetta áfram. 2010 förum við upp aftur í úrvalsdeild. Það var frábært. 2011 þá förum við í bikarúrslit og erum í úrvalsdeildinni. Föllum reyndar en fáum að upplifa þessi bikarúrslit. 2012 þá förum við í Evrópukeppnina. Það var mikið ævintýri. 2013 förum við, eða sem 2012 förum við aftur upp í úrvalsdeild. 2013 spilum við í úrvalsdeildinni og höldum okkur uppi. Spilum aftur 2014, þannig að þetta er búið að vera mikið að vera og mörg skemmtileg ár. Nú er fótboltinn óútreiknanlegur, það eru meiðsl sem geta komið upp á, menn eru inn og út úr liðinu, þetta er rússíbani upp og niður. Hvernig hefur þú tekist á við þetta alltaf? Þetta er svona, ég hef verið tiltölulega heppinn með meiðsli gegnum tíðina. Ég veist að fara í eina aðgerð á hné, það er svolítið langt síðan, ég var ungur þá. Ja, annars hef ég sloppið svona tiltölulega vel við meiðsli, svona stór meiðsli. Þetta er bara, eins og ég segi, maður verður bara að líta jákvætt á þetta. Maður bara takast á við þetta og svona, þú veist, það má ekki vera að pirra sig á svona hlutum. Eins með þegar þú tekir út úr liðinu eða settur úr bekkinn eða út úr hóp, það eina sem þú getur gert er að hugsa sjálfa þig. Þú getur ekki pælt, þú getur ekki farið að argoa út í þjálfarann eða einhver aðra leikmenn í liðinu eða eitthvað, þá ertu farin á villigötur. Þannig að þú verður að passa upp á sjálfa þig bara og passa hvað þú gerir. Þannig að þetta er andlegt sport líka, alveg eins og líkamlegt sport. Já, klárlega og jafnvel meira andlegt sport heldur en líkamlegt. Maður þarf að vera með hausinn í lagi til þess að ná að halda sér góðum alltaf. Þetta er, ég meina þú labbar inn á völlinn og þú þarft að vera með hausinn kláran. Annars fer þetta bara eitthvað, sko. Er það kannski eitthvað sem kemur eftir á með reynslunni, að hausinn styrkist kannski meðan að líkaminn kannski
gefur eitthvað aðeins eftir? Já, það er þessi reynsla sem alltaf verið að tala um að þú kannski þekkir staðsendingar betur, þú þekkir leikinn betur. Þú áttar á því hvernig andstæðingurinn er að spila fljótar og þú getur lesið meira í leikinn. Það er kannski, kemur á móti þá hraðanum sem oft dvínar við að verða eldri. Þannig að þetta er alltaf, þú þarft að hafa að blanda á svona eldri og reyndari mönnum og svo ungum og ferskum. Er þetta alltaf jafn skemmtilegt? Þetta er það, já. Og jafnvel verður bara skemmtilega og skemmtilega þegar maður fyrir að sjá fyrir endan á þessu, þá fer maður að njóta þess aðeins meira. Og það er bara eins og núna, þá tekur maður 1 ár í senn og vonar það besta, maður sleppir í meiðsli og fá að spila og njóta þess að vera inn á vellinum og vera í kringum svona hóp og inn í svona hóp. Það er mjög gaman. Nú er menn eitthvað verið að telja þetta og er ekki að finna leikmann sem hefur spilað svona marga leiki fyrir félagið og þú ert ennþá að telja í bankann. Það er ekki bara að fara að reisa stytta þér hérna fyrir utan félagsfélagið? Nei, við skulum alveg sleppa því, held ég. En já, ég er ennþá að og vonandi eitthvað áfram. Þess að klára þetta tímabil og vonandi verður maður góður eftir það og getur haldið áfram. Þú ert ekkert að fara héðan eitt? Nei. Nú er ég búinn að setja mig alveg niður, búinn að kaupa mig íbúð hér og ég er komið með vinnu hér eftir nám. Og komið með stóra fjölskyldu eins og ég segi. Ég er að fara að gifta mig núna í ágúst, þannig að hér, takk fyrir það. Þannig að hér verð ég bara og ég klára mér fyrir, ég er alveg klárlega.